Góðir áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudaginn langa 2020 sem er kannski skers ekkert úr öðrum dögum núna, öfugt við flest ár. Þetta hefur verið sérstakur dagur, þyngra yfir honum og hátíðlegra, en núna er þetta bara eins og hver annar mánudagur. Svona hafa eiginlega allir dagar verið undanfarnar vikur og verða eitthvað áfram í samkomubanni og einangrun. En við ætlum að nota tíman í kvöld í samtal við Ásgeir Brynjar Torfason einan, því að það eru stórtíðindi sem hafa verið að gerast bara síðustu dagana og bara í gær víða heim, og við ætlum að reyna að ná utan svona hvað er sérstakt við aðgerðir Seðlabanka og ríkisstjórna í heiminum gagnvart kórónukreppunni, annars vegar umfang pakkanna sem að ríkisstjórnir hafa kynnt á undanförnum vikum sem hafa verið miklu stærri heldur við höfum séð nokkuð tímann, og síðan kannski aðgerðir Seðlabankans og kannski sérstaklega þá ákvörðun breska fjármálaráðuneytisins í gær að láta Englandsbanka raunverulega prenta peninga beint inn í ríkissjóð til þess að mæta kostnaði vegna kórónuveirunnar og þeirra fjármála áfalla sem að hún veldur. Og svo var líka í gær náðist loks samkomulag í evruhópnum, fjármálaráðherra evruríkjanna víða miklar hjálparaðgerðir til þeirra ríkja sem hafa orðið hvað verst út úr kórónufaraldrinum, sem að einmitt eru ríkin í Suður-Evrópu, sem að ríkin í norðrinu hafa hingað til verið mjög treg að aðstoða. Þannig það eru stórtíðindi sem að eiga sér stað núna frá degi til dags, og þetta eru stórtíðindi vegna þess að þetta mun marka aðgerðir íslenskra stjórnvalda og stjórnvalda allan heim til þess að mæta þessari kreppu og komandi kreppum, og þetta mun breyta raunverulega tungutakinu í stjórnmálum að næstu missera. En til þess að útskýra þetta, þá er Ásgeir Brynjar Torfason manna bestur til þess. Ásgeir, ef við byrjum á evruhópnum, hvað er það sem er merkilegt við samkomulagið sem var gert í gær? Já, sko það gerir svo margt á hverjum degi, maður þarf að segja og tölum saman fyrir stuttu. Og það sem að gerðist í gær í samkomulaginu þeirra var, finnst mörgum of lítið, en samt öðrum sko mjög merkilegt, af því að það var komist að samkomulagi. Þetta er lengsti fundur sem þeir höfðu haft á þriðjudaginn, og þeir kláruðu það síðan í gær, og í raun og veru eru þeir að styðja að bakka upp það sem Evrópski Seðlabankinn var búinn að tilkynna með peppinu, sem sagt svona sérstökum aðgerðum sínum til að styðja við ríkin út af koronavírus vandanum. Og síðan náttúrulega ósætt á milli norður og suðurs, en það sko orðið ljóst núna hjá hvort sem maður talar Þýskaland eða Holland, að þeir sjá það alveg ef að Spánn eða Ítalía fer í rúst, að þú getur ekki endurstartað bílaverksmiðjunum í Þýskalandi ef að Norður Ítalía er ekki komin í gang. Það koma fullt af íhlutum þaðan, þannig að menn sjá það alveg að ef að nágrannanum líður illa þá munum við ekki komast í gegnum þetta. Þannig að það er í raun og veru svona það merkilega útrússu, síðan náttúrulega eftir að útfæra í meiri díteil. Það er settur þannig peningur bæði úr sérstökum sjóði í atvinnuleysistryggingarnar sem var nýtt. Það er síðan verið að nota tæki eða tól sem voru búin til eftir fjármálakreppuna 2008, ESM, European Stabilizing Mechanism, og síðan er verið að nota Evrópska fjárfestingabankann, EIB, sem hefur verið til síðan í raun og veru sameiningu Evrópu, það er sameiningu Þýskalands og eftir að tjaldið fjall. Þannig að það verður að nota margar og mismunandi leiðir, og viðhorfið er allt annað núna. Við þurfum að hjálpast að í gegnum þetta, þó menn hafi ekki samþykkt að fara út í sameiginleg evruskuldabréf eða kórónuskuldabréf sem það voru kölluð, þá er samt augljóst að það mun verða miklu meiri hjálp frá norðrinu til suðursins. En upphæðirnar voru gríðarlegar. Ég var eitthvað að reyna að reikna þetta hvað þetta væri svona í íslensku krónum. Við minnir þetta hafi verið eitthvað svona milli 70 og 80.000 milljarðar íslenskir, og
og þetta gríðarlegir peningar sem að munu flæða að einhver leyti suður og Hollendingarnir til dæmis, þeir voru alltaf efins að samþykkja þetta vegna þess að þeir einfaldlega treystu ekki stjórnvöldum í Ítalíu og Spáni til þess að fara vel með þetta fé. Já, en sko núna sjá menn það bara, ólíkt því sem var 2008 þegar menn settu Grikkland alveg út á brún hengiflugsins og ætluðu mögulega þvinga þá í gjaldþrot, að núna sjá menn að það engin leið út úr þessu, því það eru allir saman í þessu og þessi alþjóðlega virðiskeðja, hún hangi bara svo saman að það þarf að sjá til þess að hjálpa og þeim sem fara út og það getur vel verið að önnur lönd fari verr út og að núna sé sko verst í Ítalíu og Spáni dauðsföllin og það að þá veit enginn hvernig Frakkland eða Þýskaland eða Holland að fara að koma út úr þessu, að það kemur önnur bylgja af veirunni að þá getur staðan verið allt önnur í sumarlok eða haust, þannig að þess vegna sjá menn held ég núna að þetta betra að gera þetta í sameiningu. Það þarf síðan að finna út úr því hvernig á að mæla endurgreiðslubyrðin og þess að það verður líklega tengt við hvernig mismunandi lönd koma út í hagvaxtartölum eftir að þetta búið og þannig að það hvort það verður lengt í lánum 30 ár, 40 ár, 50 ár og vextinni verða lágir, þannig að það bara verður stillt af þannig til ég að það sé miklu sniður að landið komist í gegnum það og endurgreiða þá hægar, heldur en að vera að setja einhver skilyrði eins og var áður. Og þetta var nú þegar mjög nýtt í pakkanum frá Evrópska seðlabankanum. Seðlabankar geta komið út svona sterkt með hressandi pakka. Það erfiðara í hinu pólitíska umhverfi fjármálaráðherranna að koma sameil út með einn hressan sterkan pakka en hins vegar virðist bara á þessum örfáu vikum eða dögum sko, eins og við talaðum áður. Viðhorfið að breyta skífulega, alveg eins og þetta með monetary financing, peningalega fjármögnun á ríkisskuldum. Viðhorfið sá og verða til hann á öllum sviðum. Þannig að á vissu leyti getum að sagt að það hafi verið byrjað á því að vissu leyti með þessari magnbundnu íhlutun, quantitative easing. En þá var það gert af Seðlabankanum með því að lækka vextina fyrir Ítalíu og önnur lönd, en það hins vegar algjörlega bannað í Evrópu að beinfjármagna ríkisskuldir úr Seðlabankanum. Þannig að menn eru byrjað að tala hvort það verður breytt reglunum en leiðin allavega svona eins og þetta lítur út í þessum pakka. En það sem var gert í Bretlandi og voru fréttir af því í gær eiginlega þannig að Seðlabankinn eiginlega býr til peninga bara beint inn í ríkissjóð ef ég má orða það á svona minni leikmannísku. Já, það voru stóru fréttir í gær og það var mjög merkilegt í fjármálaráðuneyti þar tekur í raun og veru yfir eða framfyrir hendurnar á Seðlabankanum og segir ætla að gera þetta. Andrew Bailey, nýji seðlabankastjóri þar, var bara örfáum dögum áður búinn að segja að það kæmi ekki til greina að þeir færu að fjármagna ríkisskuldina beint og var með opið bréf í Financial Times þar að lútandi líka, en hins vegar það alveg mjög skýrt í þessum pakka sem komið með þarna og hann bakkar það alveg upp Seðlabankastjórinn að þetta tímabundið og þetta bara vegna útgjalda vegna veirunar. Þeir eru bara að sjá til þess að það verði ekki skortur á peningum fyrir spítalarna að kaupa inn hvort sem það eru grímur eða öndunarvélar eða hvað annað. Og þetta bara enn eitt dæmið hversu hratt hlutinu breytast og það sem hefur ekki mátt tala í áratugi núna algjörlega komið upp á borðið og svo geta menn spekulerað í því sko þegar að einhverjir hlutir eru sagði vera tímabundnir að þá ekki alveg ljóst og hvenær sá tímabundni tími endar. Ég meina það var heilmikið af aðgerðum gerðar tímabundnar fyrst eftir fjármálahrunið síðast eins og
eins og swap-línuna skiptisamningarnir milli seðlabanka heimsins. Það var tímabundið 2010 gert að varanlegum strúktúr 2013 og síðan endurkveikt á því núna. Þannig að þetta fer bara algjörlega eftir í hvernig veirufaraldurinn þróast og hversu lengi hann varir, að því það mun ráða því hversu illa eða hversu dýrt þetta verður fyrir ríkissjóðina að komast í gegnum þetta og allavega þarna sé til þess að það verður bara engin þörf á peningum úr ríkissjóðum til að greiða fyrir það sem þarf fyrir það að takast á við krísuna og síðan verður leyst úr því síðar hversu löng endurgreiðslan verður, vextinni verða gerðir lágir, þannig að það verður bara að koma í ljós þegar að þetta verðist vera búið. En munurinn á þessu tvennu, að áður kannski þurfti ríkissjóður að fjármagna sig á markaði, að skuldir hins opinbera voru eignir einkageirans og þegar að ríkissjóður verður svona feiknarlega skuldur eins og stefnir í eiginlega öll ríki heims í dag, að þá flæðir út úr ríkissjóði vaxtagreiðslur til fjármagnseigenda og þeirra sem eiga fjármagnið sem að kaupa ríkisskuldabréfin. En með þessum hætti þegar sambandið raunverulega bara á milli ríkissjóðs og seðlabankana, að þá raunverulega auðveldara fyrir ríkin að bara sjá til hvort að þau borgi þetta og með hvaða hætti í framtíðinni. Er það rétt skilið? Já, sko, ástæðan fyrir það var bannað að tala þetta í raun og veru var náttúrulega verðbólgudraugurinn og menn vildu ekki að pólitíkin kæmist í það að ná í fullta peningum til að uppfylla einhver kosningaloforð og að því að það leiðir til verðbólgu. Og þess vegna eru eftir verðbólgutíman settar alls konar svona hömlur og gert sjálfstæði seðlabankana gert mikilvægara og meira og menn svona reyna að aðgreina þetta með peningastefnuna, það er að segja vaxtasetningu þar sem seðlabankin ræður yfir og svo setja menn peningastefnu nefndir þar sem utanaðkomandi aðilar til þess að hafa svona svolítið taumhaldið aðhald á seðlabankamennina og síðan opinberu fjármálin sem að ríkissjóðurinn að mestu önnur opinber fjármál með og þá jafnvel sett upp þessi svokölluðu fjármálaráð sem að hafa svona utanaðkomandi taumhald á því og svo vilja menn hafa þetta alveg aðgreint og láta markaðinn síðan stýra verðinu á ávöxtunarkröfunni og skuldabréfunum og þess og svo stýra seðlabankarnir þá tími vöxtunum. Þetta hefur virkað sko að vissu leyti ágætlega fram að fjármálakreppunni síðustu. Þá fara seðlabankarnir í þessi massífu kaup á skuldabréfum, ekkert bara fyrir ríkissjóð heldur fyrir fjármálafyrirtæki og jafnvel fyrirtæki og það gerðist meðal annars í gær að bandaríski seðlabankinn Fed fór yfir í það að kaupa sko áhættu skuldabréf. Það sem var algjörlega nýtt líka en eitt nýtt atriði sem kemur inn í spilið og það ein leið í raun og veru að svona hálfgerðri peningaprentun þar segja en það svona stýrt í gegnum markaði og svo hafa menn verið að stýra þá peninga kostnaðinum fyrir ríkissjóðina í gegnum markaði og það var það sem að Evrópski seðlabanki gerði síðan í fjármálakreppunni síðast í Evrókrísunni eftir fjármálakreppunni síðast 2012 þegar að Draghi fór og sagðist myndu gera hvað sem þyrfti til að berga evrunni og þá fór hann og keypti á secondary market, það er á eftirmarkaði útgáfur af ítölskum ríkisskuldabréfum sem að ítölsku bankarnir þá keyptu og seldu sína banka. Þannig var það leyst innan þess lagalega ramma sem var til. Þetta sem Englandsbanki gerir síðan núna er það menn opna enn meira upp þetta Pandora-box og það er einfaldlega að því að það ekki þessi hætta á verðbólgu núna út af því að gera það þarf að leysa úr vandanum. Það miklu betra að ríkissjóður taki á sig áhættuna og heldur að fólk fara að svelta og gera uppreist. Það í raun og veru ástandi sem núna að það þarf að sjá miklu meira samspil á milli peningastefnu og fjármálastefnunar og það ekki þessi svona akademíska einfalda aðgreining þar á milli. Seðlabankinn breski í eigu ríkisins, þannig
að ríkisstjórnin ræður þar með náttúrulega yfir honum þó hann eigi að vera sjálfstæður og þess vegna getur fjármálaráðuneyti sagt við munum gefa út skuldabréf og ekki setja út á markað heldur Seðlabankinn á bara að kaupa þau og þetta verður ekki til verðbólgumyndunar eins og ástandið er núna. Hins vegar alltaf hægt að gera of mikið af þessu og það í raun og veru það sem að umræðan þarf að fara að vera núna. Sko, það að prenta 1 milljón býr ekki til verðbólgu en ef það er gert of mikið af þeim, það voru hér sko settar 72.000 milljónir í leiðrétta húsnæðislánin, það bjó ekki til verðbólgu, þannig að sko, það er einhver mörk á því hvenær. Evrópski Seðlabankinn kom með 750 milljarða evra í sínum pakka, það er mjög líklegt að komi PEP 2 og það má með við það sem ég heyrði frá Brussel í morgun og frá Brussel að það er alveg að tvöfalda þann pakka á þess að fara að koma nokkur hætta á verðbólgu út úr því. Menn eru búin að vera að berjast við vandana við að sé ekki verðbólga, jafnvel vera í hjöðnum sem er að vissu leyti verra. Þannig að þess vegna er hægt að gera þetta og síðan verður bara komið í ljós í raun og veru hvernig verður undið ofan af því, en það er ljóst að það þarf náttúrulega að hækka síðan skatta og það er ljóst að það verður að halda vöxtum lágum til þess að þessi mikla og aukna skuldsetning mun ekki drekkja ríkissjóðunum. Ef við förum svona aftur fyrir hrunið 2008, þá voru þessum voru kenningarnar það að ríkissjóður yrði að vera rekið með afgangi því annars gæti það skapað verðbólgu og þá þurfti alltaf að gæta því að allur kostnaður héldist niðri. Síðan kemur hrunið og þá dæla seðlabankar heimsins út gríðarlegum fjármunum, búa raunverulega til bara óheyrilega mikið fé og dæla í gegnum fjármálakerfið. Það leiðir ekki til verðbólgu. Og þannig að fyrsta stóra seðlaprettunin til þess að halda sko bönkum og fjármálakerfinu á lífi. Bandaríski bankinn eins og Seðlabankinn eins og þú nefndir byrjar að kaupa áhættu skuldabréf á markaði frá einkaaðilum til þess að prenta fé fyrir þá. Og það sem núna kannski nýjasta það sem að Englandsbanki að gera, að prenta fé beint inn í ríkissjóð til þess að búa til sem utan sko skuldabréfamarkað. Og enn bólar ekki á verðbólgunni. Þannig að einhver leyti ljóst að sko fyrri kenningar samspil peningaprentunar og verðbólgu ekki í gangi og kannski vita menn bara ekkert hvað í gangi og menn eru bara að þrefa sig áfram, hvar eru mörkin og þú segir einhvers staðar eru mörkin og þá spyrir maður hvað það þegar að byrja að prenta ómikið af peningum eða við bara framleiðslu getu hagkerfisins eða hvar eru menn að leita að því, hvar eru mörkin, ef það ekki hægt að finna þau í verðbólgunni, getur við eitthvað annað sem að brestur? Já, sko, þetta til þess að útskýra þetta, sko, ef ég bakka jafnlangt og þú bakkar til að byrja með, að doktorsritgerðin mín fjallaði þetta, hvernig bankarnir búa til peninga. Þeir auka peningamagnið. Hugmyndin peningamarkvarðarinn svona úreldi eða mjög einföld kenning úr kennslubókum sem ekki mikið gagn af. Það að segja þeir veita meiri útlán, stækka sín efnahagsreikning og þar með verður til meira peningamagn sem menn trúðu að Seðlabankarnir hefðu taumhald á en var mun minna sem þeir réðu við það og svo var búið að þenja út fjármálakerfið og búa til rosalega mikið af peningum í því sem fylgdi með eignaverðshækkunum. Svo lekur loftið úr þeirri bólu við fjármálahrunið að því það var komið á mikið. Það hins vegar birtist ekki í verðbólgu heldur bara. Svo ég gríp inn í það sem gerist þá að það bara tappað af blöðrunni með afskriftum skulda. Fjármálakerfið bjó til svo mikið af nýjum peningum sem að þöndu út eignirnar og svo bara tappað af því með því að í gegnum gjaldþrot og afskriftir skulda. Eða hvað? Já, jafn auðvelt og það fyrir banka að búa til pening með útlánunum. Þá jafn auðvelt fyrir peningana að hverfa eða gufa upp. Ég meina lífeyriskerfið íslenska,
tapaði 500 milljörðum á hlutabréfum sem lækkuðu í virði. Það var náttúrulega froða en ekki raunveruleg virði, sem sagt, og þetta er svona öndun fjármálamarkaðarins að það er farið út og svo kemur hann að einhverjum mörkum fullseint og þá dregst hann saman og þá er hættan að hann dregist of mikið saman. Núna erum við hins vegar ekki með þetta í fjármálakerfinu, heldur í raunhagkerfinu og það er heilsufarsvandi og það er síðan allt stopp, bæði út af því að vöruflæði stopp og að því allir eru heima. Einhverjir náttúrulega munu safna upp meiri peninga þegar þeir geta ekki eytt laununum sínum að þeir eru heima og þeir munu ætla að gera eitthvað við þann pening þegar þessu slotar, en þá er ekki víst þeir geti keypt sér nýjan bíl ef íhlutinir í hann er ekki til, þannig að og geimingarinn í kerfinu. Það sem að var gert eftir hrunið, þá fóru seðlabankarnir í þessa magnbundnu íhlutun sem var í raun og veru óbein peningaprentun í staðinn til að það kæmi ekki gífurlegt fall á fjármálamarkaðina og þar með lífeyrissjóðina og þess að það byrjar að vaxa aftur og því er haldið. Það hins vegar var komið væntanlega út í full mikið magn núna og svo kemur þetta sjokk og þá ráða ekki skuldsettu fyrirtæki við það að lifa af, menn eiga ekki varaforða í uppsöfnum, hagnaði og eiga, er það of skuldsett kerfi og þá þurfa seðlabankarnir með ríkissjóðunum að koma inn og hjálpa til. Eftir það verður til þá náttúrulega aukna ríkisskuldir, alveg eins og varð í Evrópu eftir fjármálahrunið. Evrukrísan 2010-12 var náttúrulega því að það söfnuðust upp ríkisskuldir í sumum löndunum þá og síðan var verið að vinda ofan af því núna og lönd koma inn í þessa krísu núna með mismunandi stað, með mismunandi mikið af ríkisskuldum en sko hvað þú ert með mikið af skuldum er annars vegar stabbinn, sem sagt ef þú berð þetta saman við húsnæðislánum, hvað þú sé með mikið af skuldum með við húsnæðisverðið, svo getur húsnæðisverðið farið upp og lækkað, en hlutfallið þar. Síðan er það hvað þú þarft að borga af þeim til að viðhalda þessum skuldum og helst borgaði niður. Og þá er það vextinir. Ég meina, þegar að það eru setta reglur að það megi bara vera 60% af landsframleiðslu ríkisskuldir, þá voru vextir 5%. Núna eru vextir komnir niður í 1%, eða undir það, breska ríki 0,37%. Að þá er með við afborganir á jafnlangu láni, þá er það orðið mætti það vera orðið 300%. Ef þú borgar 1/5 af vöxtunum sem var áður 60% af landsframleiðslu, svona í stærðfræðimódelunum getur maður leikið sér við það. Þannig að við þolum alveg miklu hærra hlutfall á þessa ríkissjóði vegna þess að Seðlabankinn halda vöxtunum niðri og þar með eru afborganirnar það sem er talað sustainable, þar sem menn geta borgað af því og þá þarf bara síðan að lengja í lánunum líka ef að vextinir eru komin niður í það lítið og þetta er í raun og veru bara úrvinnslan sem á eftir að koma að því að menn urðu að hleypa þessu af stað og það er í raun og veru eina sem er hægt að gera því það er engin annar sem getur bjargað þegar fjármálakerfið og raunhagkerfið er í raun og veru stopp og síðan er til að svara endanum á spurningunni hvað þolir maður mikið. Það er náttúrulega bara hver vöxturinn síðan verður eftir að við erum búin að ná botninum eftir þessa krísu og byrjum að vaxa aftur. Og það er nákvæmlega það sem Oliver Blanchard var að segja í fyrra með að áður en þessi krísa kemur og allt, að hvað ríkisskuldirnar eru miklar eða afborganirnar háar er ekki aðalatrið heldur þess að þegar vextin eru komin í 1%, segjum að vextin séu 1% og landsframleiðslan er að vaxa 2%, að þá er það raun og veru bara hægt að taka lán og byggja upp samfélagið á null kostnaði af því að það er svo lágt vaxtaumhverfi ef að því er ekki eitt í vitleysu, ef að því er eitt í
eitthvað sem að byggir upp samfélagið og eykur framleiðnin áfram. Það lykilatriði sem að núna augljóst að það verið að eyða því að bjarga okkur út úr þessari krísu og þess vegna það engin spurning að það borgar sig. Síðan það í raun og veru vandinn þegar við erum komin út úr þessu, hvernig á að strúktúrera pakkana, stöðva prentunina og peningum inn í ríkissjóðina þannig að þeir ráði við að komast út úr þessu og hvernig á samhliða að endurstarta hagkerfinu þannig að það geti farið að vaxa samhliða og þar með koma skatttekjur inn í ríkissjóðina því að þessu verður bara smurt yfir á árin inn í framtíðina og það mun bara koma í ljós eftir því hversu vel gengur bæði að bæla niður vandan, við veruna, hversu vel gengur að keyra vélinni í ganga aftur og við munum síðan lifa í allt öðruvísi heimi náttúrulega því það menn venjast á nýja hluti eins og þessi Zoom-fundur bara eitt dæmi, menn breyta neyslu sinni þannig að það ekkert víst að hún fari í sama horf og hagfræðimódelin miðað við núna og menn þurfa að breyta vöruflæðinum heimi líka þannig að það allt sem óvissa í viðbót og enginn veit þar með hversu hratt við komumst upp aftur, hversu vel okkur gengur að laga þetta tilbaka en verðbólgan eins og núna minnst í vandinn. En það sem stýrir hvað mikið mætti gera til að svara því, það í raun og veru hversu mikil vöxturinn verður í hagkerfinu og sérstaklega í hvað peningunum varið. Þannig að vandamálið ekki peningarnir heldur hugmyndirnar. Nú tími fyrir alla stjórnmálamenn alls þar í heiminum að framkvæma öll kosningalofurinn sín í hvelli svo framanlega sem að þau geta stuðlað af því að samfélagi haldist á lífi í gegnum kreppuna og nái viðspyrnu eftir hann. Já, ég nú ekki viss að það sé sniðugt að nota þessa nýju peninga í að framkvæma kosningalofurinn. Sko. Það þarf að nota þá í fyrsta lagi til að koma okkur heilbrigðum í gegnum þetta með sem minnstum afföllum á lífum fólks og síðan þarf að byggja upp náttúrulega heilbrigðiskerfi og í raun og veru lífheilsu. Það getur vel verið að það þurfi að vera í staðinn fyrir þessa svakalegu leit sem í farangrinum okkar á flugvöllum. Það getur vel verið að þurfa að vera ég var því frá Asíu undanfarin ár, hitamælar og heilsufarstjekk á flugvöllunum. Miklu frekar en að leita hvort þú sért með einhvern búnað til að gera vopn í töskunni. Þannig að það verður alls konar svona, maður sér það þegar það verður að starta aftur í Asíu núna. Fólk mælt við alla inngangan í alla byggingar, það fylgst með öllum hvar þeir fara og hvernig heilsan Þannig að það breytist rosalega margt í samfélaginu í raun og veru við þessa veiru og það mun kosta eitthvað, ég meina við eigum bara eftir að sjá í raun og veru hvað sniðugast í því og hvað en augljóslega gott að setja fjármuni í nýsköpun núna til þess að endur hugsa hlutin og nota tækifæri þegar svona mikil breyting verður. Það verður aldrei orðið svona mikil breyting hvorki á atvinnuháttum, neyslu í 100 ár eða meira því að þetta kannski eitthvað sem við vonuðumst til að myndi koma með tæknibreytingum eða umhverfis vanni en núna því bara troðið upp á okkur og við komumst ekki hjá neinu öðru og það var heilmikil umræða búin að vera grænan New Green Deal eða svona endur hönnun eftir Parísarsamkomulagið og núna hægt að nota tækifæri í framhaldi af þessari krísu til að einmitt fara í þannig fjárfestingar og umbreytingu samfélagsins samhliða sem að hefði kannski verið erfiðar annars. En áður ég hleypið í að geta til hvernig heimurinn kunna verða eftir þetta. Þá langar mig að spyrja bara því að við erum alveg upp í stjórnmálum sem að snerist það að það ríkið safnar sköttum, skattleggur fólk og fyrirtæki. Það einhver peningar sem að ríkið hefur til úthlutunar og
og svo kemur stjórnmálafólkið til okkur og fer að tala forgangsröð og við þurfum að ákveða hvað það og það bara ekki til ráðstofunar peningar í þetta og þetta verkefni. Að einhverju leyti það sem út að lýsa á skjön við þessa hugmynd hvert hlutverk stjórnmálanna í dag. Að það þurfi að afla fjár, sækja þá inn í ríkissjóð, en það sem þú ert að lýsa eiginlega að það bara búin til peningur inn í ríkissjóði og dreift út í samfélagið og svo hann bara skattlagður eftir þörfum og getu seinna meir. Já, það þessna sem menn hafa verið að nota þessar herlíkingar eða war finance sem að kallað í fræðunum sem að hefur ekkert verið mikið hugsað undanfarna áratugi en alþekkt úr fyrri og seinni heimsstyrjöldinni að þegar að landið lendir í stríði að þá ekkert vandamál að búa til meiri pening með Seðlabankanum, breyta því sem verksmiðjuna gera þannig að það nýtist í hernum og fjármagna alla hernaðar aðgerðirnar. Síðan náttúrulega koma einhvers konar, maður ætti nú ekki að kalla það timburmenni, en síðan kemur náttúrulega að skuldadögum eftir á, en eftir stríð kemur uppsveifla því það þarf að endurbyggja allar brýrnar sem voru sprengdar, þannig að það fylgir raunhagkerfi svona raun og veru peninga aukningunni og minnkunni, en núna höfum við alla innviði samfélagsins óbreytta, þeir eru bara minna notaðir, allir veginir eru þarna og meira segja flugvélarnar standa á jörðunni og flugfélögin ekki að eyða pening í bensín og þannig að jákvæðu áhrifin þannig eru miklu meiri og þess vegna ég helst á móti að nota hernaðarlíkinguna en þetta náttúrulega barátta við vírusinn og það þar sem að allar nýjungarnar bæði í því hvernig maður getur til dæmis breytt spítala yfir eina helgi meðan að það búið að taka áratugi að byggja nýjan spítala. Svíarnir voru að segja frá því hvernig þeir fimmfölduðu gjörgæslurýmin í sínum nýbyggða spítala. Þannig að þarna einmitt kemur í ljós nýsköpunarkrafturinn sem alveg jafn mikill í opinberum rekstri og opinberum fyrirtækjum eða stofnunum eins og í nýsköpunarfyrirtækjum eða gamalgrónum fyrirtækjum sem að þurfa núna að breyta sinni starfsemi og hugsa hlutunum upp á nýtt og það í því felst vaxtarmöguleikin og það að hagkerfin geti náð sér eftir þetta og breytt sér til góðs en ekki að menn falli í sama farið aftur en auðvitað verður pólitíkin að kljást við það hvernig á að skipta fjármununum á milli aðgerða. Já, ekki líklegt að pólitíkin breytist eitthvað, það náttúrulega einkageirinn, hann að laskast. Hann að tapa tekjum, hann of skuldsettur og svo þessu boðið upp á lán, geta tekið lán hjá bönkunum sínum að þá það kannski margir sem bara gera það ekki, halda sér höndunum, það óljóst hvað framundan og þá ríður á að ríkisvaldið gangi fram fyrir skjöldu og starti alls konar verkefnum og við séum kannski eins og ríkisvaldið hefur gert byggðir raunverulega upp Suður-Kóreu og Japan og raunverulega Bandaríkin og fleiri, það ekki svo langt síðan að það var þannig að uppbygging núverandi velferðarkerfa var byggð upp af ríkisvaldinu og svona sterkri forystu þess. Gætu þetta ástand leitt til svona straumhvarfa í stjórnmálum að þessu leyti því að raunverulega getur ríkið ekki setið hjá og beðið eftir því að einkaframtakið svokallaða stökkvi til og móti það samfélag sem á að verða til eftir kreppu, heldur verður raunverulega ríkisvaldið að stíga fram? Já, ég meina það, við sjáum það bara aftur tökum Bretlandsdæmi, það búið að taka tilbaka til ríkisins lestarteinana og lestarfyrirtækin, það aftur sagt vera tímabundið en þetta var eitthvað sem var einkavætt fyrir nokkrum áratugum. Og hefur verið vandamál með viðhaldi á því á teinunum. Þannig að þetta alveg hægt að sjá fyrir sér
margs konar breytingar á pólitíkinni. Það eru náttúrulega sumir sem eru hræddir uppmögnun popúlistaflokkana eins og maður hefur séð í Evrópu, en þeir eru mjög mismunandi populismi í Norður- og Suður-Evrópu. Þannig að það er mjög mikil óvissa í því hvað gerist á einu pólitíska sviði. En það er sko líka aftur þar tækifæri til nýsköpunar. Ég meina, við byggðum Reykjavíkurhöfn með láni sem að danski kóngurinn ábyrgðist og menn héldu að yrði mjög lengi verið að borga tilbaka því að þetta var svo dýr fyrsta höfnin okkar. Síðan var það svo mikil trafík höfnina og hafnargjöldin, þannig að menn gátu borga það lánu hraðar en áður. Við byggðum upp hitaveituna og rafmagnsveituna með nákvæmlega svona þessum hætti. Þannig að núna þurfum við að eftir breytingarnar sem á okkur dynja í gegnum þessa skrýtnu páska og þessa leiðilegu veiru sem við vitum ekkert ennþá hvort að fer alveg eða fer og kemur aftur, hvort hún komi einu sinni aftur eða nokkur sinnum aftur. Það er það sem stýrir því hversu erfið og mikil áföllin verða fyrir ríkissjóðina, en það er þá bara þarf að halda því áfram með nýjum hætti, alveg eins og sko stór hluti af aðgerðapökkunum sem hafa verið kynntir núna eru frestanir á sköttum og síðan tryggingar á lánum, að það fer algjörlega eftir því aftur hver stoppi verður lengi og hver mikið af fyrirtækjunum fari í þrot, hver mikið af þessum ábyrgðum á lánum mun lenda á ríkinu sem kostnaður. Þannig að þar aftur komin óvissu þáttur í hver mikið ríkisskuldirnar hafa aukist eftir að við erum komin út úr skaflinum. Og það er ómögulegt að reikna það út eða giska á það núna, því það er ómögulegt að vita hvað það tekur langan tíma. En það er náttúrulega viss hætta á alls konar vandamálum varðandi þegar það er verið að velja hverjum á að veita aðstoð, hverjum ekki, hverjum á að hjálpa, hverjum ekki, hvenær á að segja þú færð ekki meira lán nú þetta þú færð í þrot. Þetta er hinn klassíska starfsemi banka, en núna þegar þetta er komin svona ríkis ábyrgðir á þessi lán og maður sér það í Evrópu að sko varðandi litlu fyrirtækin og einyrkjana, að þá fóru menn algjörlega frá því að vera með einhvern hlut af láninu ríkisstyrjana, því það var ómögulegt fyrir þessar litlu aðila að mæta bankanum eða sýna fram á þeir gætu tekið 40% láninu eða 20% láninu eða 10%. Þannig að ríki fór þá bara í 100% tryggingu á þeim fjárveitingum, að því að einmitt litlu og meðalstóru fyrirtækin voru þau sem lentu ekki í vandræðum með að tekur Þýskaland síðast og er hrikalegt ef að myndu öll leggja upp laupana núna og kannski bara einhver stór lifa af sem kæmust í gegnum það að fá aðstoðina. En þetta er bara hellingur af úrlausnarefnum sem að þarf að vinna úr og takast á því. Já, við ræddum hérna í gær við smáatvinnurekendur og þar kom fram í máli eins að það sem að þeim var boðið upp á í bankanum var að taka yfirdráttarlán á tékkareikningin ef eigendurnir gengjust í persónulega ábyrgð, sem er náttúrulega tilboð í svona hættu ástandi sem eiginlega enginn getur tekið. Og það dettur manni í hug að í þessum pökkum er ekki raunverulega hort ólíkt á fyrirtækin, að í smáfyrirtæki sem að fæst eiga dyggðasjóði og eru óendanlega mikilvæg fyrir hagkerfið til þess að ná að skjóta tilbaka, þar að vera flest störfin til. Hættan getur verið svo að stórfyrirtækin kaupi upp rekstur smærri fyrirtækja og það er eðli stóra fyrirtækja raunverulega að fækka starfsfólki en ekki fjölga því. Því taka yfir rekstur og nýta svona hagræðingar tækifæri til þess að raunverulega fækka starfsfólki. Að hvort það ekki svona í mörgum lögum, annars verður með einyrkjana og smáfyrirtækin sem að ríki verður raunverulega bara að borga fastan kostnað á meðan að það gengið í gegnum þetta og tryggja það að eigendurnir lendi ekki í vandræðum, hugsanlega taka starfsfólkið til sín. Það eru mörg dæmi til þess veitingastaði hér sem hafa orðið fyrir 100% tekjufalli
þessi fyrirtæki geta ekki gengið inn í 25%, geta ekki borgað 25% af laununum og eru raunverulega í hættu við það að ef þau þurfa að borga uppsagnarfrestinn vegna þess að það er loka hjá þeim, að þá fara þau á hausinn, þannig og þetta á við kannski stóran hluta af vinnumarkaðnum sem að vinnur hjá svona fyrirtækjum sem að raunverulega geta ekki bergað sér í gegn. Svo ertu með önnur fyrirtæki sem að mögulega gætu fengið ríkisábyrgðar hluta til eins og nefndir áðan og svo ertu kannski með stærstu fyrirtæki sem að þurfa svo mikla peninga inn að það er eiginlega óréttlætanlegt fyrir ríkið að leggja inn svona mikla peninga inn í stórfyrirtækin nema einfaldlega að taka eignar hluta móti og vinna svo bara seinna út úr því. Er ekki kannski umræðan muni snúast að meiru leyti svona atriði á næstu dögum og vikum? Jú, þessi umræða er í gangi út í Evrópu, það sem ég hef verið að fylgjast með. Og ekki bara einyrkjar heldur líka listamenn og bara allir í raun og veru sem að hafa mist viðurværið og þetta er það sem að vekur upp umræðuna í raun og veru hvernig ríki geti verið bara launagreiðandi til þrautavara eða það sem kallað borgaralaun eða þess að meðan að maður er að komast í gegnum þetta því að afleiðingarnar af því þegar það byrjar að falla og fólk hættir að geta borgað leiguna eða á ekki fyrir mat og þarf að fara að sækja bætur, það eru hinn kerfi sem eru gerð fyrir svona einhvern lítinn hluta en núna kemur bara kannski helmingurinn af atvinnulífinu inn í þess áttar ástand. Það er í raun og veru bara ríkisstarfsmenn og opinberir starfsmenn sem eru öruggir að geta fengið launin sín greidd. Það kom til tals í gær líka, þú varst að tala listamenn, það kom líka til tals þegar við vorum að ræða svona fólki í harkakerfinu og smærri atvinnurekendur að ríkisstjórnin hér hefur lagt til 1 milljarð til stuðnings listalífinu, skemmtanalífinu og íþróttunum og ég minnir að ég hafi reiknað að sambærilegu pakki í Þýskalandi hafi verið á íslenska mælikvarða með 55 milljarðar. Ég spurði manni sem var að segja frá þessum milljarði hvort að bara stóru menningarstofnanirnar eins og Borgarleikhúsið, Þjóðleikhúsið og Sinfónían taka líklega bara þennan milljarð. Það var frumsýning á söngleikum Bubba Morthens sem var bara það leyti þegar að samkomubannið var sett á sem var dýr sýning örugglega og líklega til þess að selja kannski 50.000 miða og skila Borgarleikhúsinu kannski 250 milljónum. Þetta er ekki allur kostnaðurinn sem að fylgir því að halda út í sýningunni sem að leggst á sýninguna en það er bara klippt á hana í lok æfingatímabilsins. Þannig að bara áfall Borgarleikhússins út af þessari einu sýningu er náttúrulega 100-150 milljónir og svo allar hinnar sýningarnar og svo Þjóðleikhúsið, svo Sinfónían, svo söfnin og eitthvað fleira. Þannig að það hlýtur að vera vona á bara miklu stærri pakka til þess að bjarga listalífinu, skemmtanalífinu, íþróttalífinu og þá spyr maður sig, af því að þú ert að tala um þessu svo mikilvægt að peningunum sé eitt í eitthvað sem að skila sér í uppbyggingu samfélagsins. Þetta, listir, menning, skemmtanir og íþróttir, hvaða gildi hefur það til uppbyggingu samfélagsins? Af því að okkur þegar við hlustum með stjórnmálamenn þá er oftast verið að tala um að bora gat í fjall eða leggja sundabraut eða eitthvað slíkt. Já, ég meina ferðaþjónustan á Íslandi er náttúrulega að hluta til byggð upp á því að Björk og Sigurrós urðu heimsfræg og fleiri hljómsveitir, þannig að það er hluta af ímyndinni eins og náttúrunni okkar. Þannig að ég frá því sem að ég þekki meira til út í Evrópu, ég meina þar er útskrifað listafólk undanfarin áratug sem ég hef þekkt til oft á launum frá ríkinu, það er ekki kallað listamann en í staðin fyrir atvinnuleysisbætur, þar segja listamenn sem eru að framkvæma eitthvað það þekkist svona hálfskonar borgaralaun eða opinber laun til listafólks þar og í einu evrópska kerfi, alveg eins og stúdentar fá líka mjög mikið bara framfærslu styrki og ódýr mötuneyti, niðurgreiddan mat og þetta er bara í mjög mörgum Evrópulöndum alvanlegt og hefur verið í áratugi. Þannig að þetta er held ég eitthvað sem er augljóslega inn í pökkunum og menn eru
að bara vinna úr þessu núna. Ég finna að pakkarnir eru mismunandi milli landa, það er erfitt að bera þá saman. Ég held að sko úr nýlegri samantekt þá var það sem kallað discretionary, nýjar viðbótar útgjöld sem koma á ríkisfjármálin voru 3,5%. Úr ríkissjóði, það sem ekki verið að telja sko, það sem að Seðlabankinn dælir inn í fjármálakerfið, heldur bara ný útgjöld ríkissjóðs. Já, voru svona 3,5% að meðaltali í Evrópu. Af landsframleiðslu. Af landsframleiðslu. Og síðan koma sem sagt í þessar frestanir á skattgreiðslum sem að eru bara alltaf lengi í, og síðan koma þessar tryggingar og lánum sem er aftur óvíst hve mikið tapast af. Nú, vandinn út frá sjónarhóli sko ríkisfjármálin er að þú ert að tapa tekjum, ríkið er að tapa tekjum af skatttekjum, hvort sem frestaði með að því að efnahagslífið dregst saman og færri er að borga skatt af launum, að tekjuhliðin hverfur á stórum hluta, leið og útgjaldahliðin þarf að vaxa svo mikið, og það er þess vegna sem að þessar drastísku aðgerðir í því sem birtast einna skýrast í Englandi, að menn bara fara yfir það strik sem hefur ekkert mátt vera að ræðum hingað til, að við bara verðum að prenta peninga í Seðlabankanum til að standa undir þessum útgjöldum tímabundið og bara fyrir þessa aðgerð, ekki fyrir kosningaloforð eða gæluverkefni eða konungshallir, en heldur að koma okkur í gegnum þetta. Síðan er það hvað það er lengi, hvað telst vera að koma okkur í gegnum þetta og hvað telst enduruppbygging og hvað tímabundið verður lengi. Það er það sem að verður mjög áhugavert að fylgjast með á næstu mánuðum. En hvað segðu mér í lokin þú sagðir þetta verið svona meðaltalið 3,5% af landsframleiðslu sem að væri svona 100 milljarðar sem væri ný útgjöld út úr ríkissjóði á íslenska mælikvarða. Hvað erum menn að tala um að þessi pakkar getur orðið stóri, því að það er áhugavert fyrir Íslendinga að fylgjast með því að við erum háðari ferðaþjónustunni heldur en flestir aðrir, þannig að öllu líkindum þyrftu við að vera svona í efri mörkunum á þessum pakkum. Hvað erum menn að tala um að þessi nýju útgjöld geta orðið stór hluti af landsframleiðslu í öðrum löndum? Sko, aftur eins og ég segi, það er mjög mismunandi milli landa og það er vandi við svona tölur sem eru hlutfall af landsframleiðslu. Og eins líka það að vera bara í einhverjum samanburði að setja einhvern fjölda milljarða. Aðalatriðið er í hvað er verið að eyða þessu, en ekki það það að setja núna pening í að byggja fleiri vegi getur verið verra en að gera það ekki, af því að meðan við erum í þessu ástandi. Það þarf að skoða það mjög vel og það er það sem menn eru að ræða mjög mikið úti í Evrópu. Það sem að hvernig í raun og veru recovery, þessi enduruppbyggingarfasin eða viðspyrnan þegar henni náð, hvernig þær aðgerðir verði nýttar inn í umhverfisvæna breytingu á samfélaginu, uppbyggingu á rannsóknar og þróunarstarfi, nýsköpun, menntun, þannig að það fari ekki í svona þessar hefðbundnu leiðir sem hafa verið hefðbundnar aðgerðir gagnvart svona hefðbundnum efnahagssveiflum, af því þetta er svo allt öðruvísi en nokkuð sem við höfum séð áður. Ásgeir Brynjar Thorvaldsson, ég þakka þér kærlega fyrir föstudagssamtalið langa. Við höfum nú rætt að Ásgeir Brynjar kæmi kannski svona cirka einu sinni í viku, en það voru bara svo stór tíðindi í gær að við ákveðum að skjóta inn svona ítarlegu viðtali þær breytingar sem er að verða í ríkisfjármálum og bara efnahagskerfi okkar heimshluta. Við komum að skjóta því núna inn á föstudaginn langa. En ég þakka Ásgeiri Brynjari aftur kærlega fyrir og hlustendum fyrir að ljá þessu samtali eyra og óska ykkur öllum gleðilegrar páskahátíðar. Við sjáumst eftir páska.